Út með það átaks- og forvarnarverkefni gegn sjálfsvígum ungra karla á Íslandi. Sjálfsvíg hafa verið algengasta dánarorsök íslenskra karlmanna á aldrinum 18 til 25 ára á síðustu árum og með slagorðinu út með það ungir karlmenn hvattir til að setja tilfinningar sinni í orð til þess að lenda ekki í tilfinningalegu öngstræti með ófyrirsíðum afleiðingum. Íþróttafélagið Magni á Grenivík hefur tekið virkan þátt í að vekja athygli á átakinu. Forsvarsmenn félagsins segja það mikilvægt að íþróttahreyfingin sé án fordóma og að hægt sé að ræða andleg veikindi og taka á þeim líkt og tekið á líkamlegum meiðslum. Fyrir lítið félag sem nú með stórt hjarta þá var þetta eins og sé aldrei spurning fyrir okkur að taka þátt í þessu verkefni og þetta náttúrulega verkefni sem náttúrulega endar aldrei og við höfum náttúrulega reynslu af þessu sjálfir og bæði það að við höfum búin að vera með leikmenn hjá okkur í gegnum tíðina sem hafa átt erfitt og stundum hafa menn ekki alveg kveikt á perunni hvað í gangi og hugsunarháttunum kannski hefur verið meira þannig að hristu þetta að þér maður, hvað að þér og meðan á sama tíma kannski einhver meiðist á fæti og frá í mánuð þá það allt eðlilegt við það Þannig að fyrir okkur var ekki spurning að taka þátt í þessu verkefni því að við þekkjum þetta mjög vel. Vegna þess að við erum í íþróttum þá eigum við að vera fólk sterk en það bara ekkert, okkur líður líka mismunandi og við eigum að geta talað þessa hluti eins og Steini segir að ef þú meiðist þá getur þú hafa stutt við á fullu. Eymundur og Þorsteinn segja að oft vanti mikið upp á að nógu vel sé tekið á andlegum veikindum. Veikindin byrja oft snemma á lífsleiðinni og ef ekkert gert til að aðstoða viðkomandi getur það oft alvarlegar afleiðingar. Í vetur þá ákvað tengdasonur minna að fara þessa leið og lét eftir sín náttúrulega unnustu og 3 ára gamlan son og þetta segir mér svolítið þegar menn velja þessa leið eins og hann gerði að hvað myrkrið orðið mikið Ég vissi það náttúrulega með hann að sjálfsögðu að hann ungur aldri 10-12 ára gamall þá átti hann við kvíða og þunglyndi að stríða þá þegar og hvað gera menn á þessum aldri 10-12 ára og það er ekkert fyrir menn það er ekkert fyrir að athuga með það þetta bara einhvern veginn hann bara feiminn og hlédrægur maður hugsaði eftir á bara strax daginn eftir og búin að hugsa alveg síðan hversu djúpt þarf það að vera sokkinn ég meina hvað þú sérð ekkert jafnvel þú eigir jafnvel unnustu og barn það er ekkert, það er bara myrkur þú sérð enga leið og það er þessi hluti að opna á þetta að menn geti og fólk geti við getum hjálpað þeim, við getum talað við fólk þessa hluti því það er ekkert grín fyrir einstakling sem í þessu að tala þessu hluti því að þú færð ekkert skilning alls staðar og það er þess vegna sem við erum að reyna að opna á þetta og þegar Eymundur fór að ræða þetta við mig í vor þá fannst mér þetta ekki nokkuð spurning því að ef þessi herferð ef við getum bjargað einum að það er náttúrulega alveg stórkostlegt þetta snýst finnst mér svolítið líka að vera meðvitaður að þú ert kannski inn í klefa og það er húllumhæ og það kannski situr einn leikmaður út í horni og er ekki með í húllumhæðinu og það er oft svona merki Við vorum með pilt hjá okkur í liðinu fyrir nokkrum árum sem eftir leikið þá sat hann á velli og það þurfti ofta að sækja hann upp þetta og það var alltaf að tala um þá meira það er ekki lengar síðan, einhverjum 3-4 mánuðum síðan að tala um það að þetta veri bara eitthvað bara hann veri í fílu og eitthvað svona en svo komistu bara að því setna að strákurinn átti erfitt, mjög erfitt og sem að kosaði ljós því að hann leitaði sér svo hjálpar og fekk bara góða aðstoð. Og þetta er náttúrulega engin lífsgæði sem fólk, þetta er mikið myrkur að geta ekki komið út og talað um sínum líðan. Og ég þekki einstaklingar sem ungir sem eiga mjög erfitt með að opna sig vegna þess að þeir eru svo hræddir við að mæta skilningsleysi og það er akkurat það sem við erum að reyna að koma á að hvað getum við gert sem félag, hvað getum við gert sem lið, hvað getur íþróttahreyfingin gert til þess að takast á við þessa hluti. Með aukinni umræðu andleg veikindi og sjálfsvíg vonast þeir til að eyða fordómum og auka skilning á málefninu.
Þannig verði auðveldara fyrir fólk að leita sér aðstóðar áður en myrkrið verður allsráðandi. Þetta framtak Magna hefur vakið verðskuldaða athygli og nú hafa fjölmörg íþróttafélög fylgt þeirra fordæmi. Kannski mesta auglýsingin fyrir okkur svo að pepsideildarliðin hafi tekið þátt í þessu, því við vitum það náttúrulega að þau náttúrulega eru eðlimáli samkvæmt meira áberandi og það í fjölmiðlum og svona, sem náttúrulega bara rosalega jákvætt að þau hafi ákveðið að taka þátt í þessu og sem að hjálpar þessu starfi og opna umræðuna enn betur og haldinni lifandi Þetta eins og segir, þetta markmið okkar ekki það að vera einhverja vikur að vera í þessu og svo bara búi svo bara bólirnir upp í hillu og svo höldum við bara áfram og það að halda þessu gangandi. Við þurfum að vera bara aðeins opnari fyrir og íþróttarhreyfingin að gera frábæra hluti, það er ekki það það er bara, við getum gert enn betur. Þegar einstaklega koma fram og opna umræðuna að mætti vera meira að tala við íþróttarhreyfinguna hvað eru til í að gera til þess að opna meira á umræðina. Þess vegna komum við núna til þess að benda íþróttarhreyfingunum og koma út. Við erum náttúrulega sjálfsögum átaki verið bara að skora á félög að standa með þessu átaki og að því við náttúrulega verum kannski bæði kalla og sjálfsögum kvennafélög því það er ekkert undan þessu að því að við náttúrulega svo sem ekki minnst á það ennþá en ég meina það er sjálfsögum það líka og í saman hlutfalli þannig að við bara eins og segi skorum á öll félög að taka þátt í þessu og vera með ykkur þessu. Og andleg veikindi 2015 eigi ekki vera tabu hvorki í íþróttarhreyfingunni í öðrum stöðum og við eigum að geta tekið á þessu málum eins og geta farið til sjúkraþjálfara eða hvað sem er.